að margir eiga erfitt með að ná hausnum sínum utanum, og þetta finnst mér eiga sérstaklega við gagnkynhneigða karlmenn, er tilhugsunin að það sé til aðrir gagnkynhneigðir karlmenn sem fíla að láta aðra menn þrykkja konuna sína. Og fyrir sumum þá fer þetta bara inn í hjarta óöryggis. Býtu, hvað ef konan mín er bara eitthvað með öðrum manni en annar karlmaður? Þá kemur inn samanburðurinn. Hvað ef hann er stærri? Hvað ef hann þrykkir fastar? Hvað ef hann endist lengur? Hvað ef? Og það er það sem kallast cuckolding. Ég fekk þetta pínu á heilanum þegar ég var í meistaranáminu. Pínu. Og margir rugla þessu nefnilega við hot-wifing. Það er ekki komið gott íslenskt orð við þetta, en ég meina Bragi Valdimar, go nuts. Og þá er makinn að segja, ég vill að konan mín njóti eins mikils kynlífs og hún vill með eins mörgum bólfélögum og hún vill, eins lengi og hún vill. Og þeim finnst það þá æsandi. Það er algjörlega náttúrulega bara grunnurinn að þetta sé allt með svona virðingu og hún sé að njóta og hann fá annarkost að vera beinn eða óbeinn þáttakandi. Og sér maður hvað er oft mikil skömm hjá karlmennunum yfir þessu. Þeim finnst þeir ekki geta að tala við vini sína, þeir óttast að vinir þeirra leggi dóma á þetta og bara, fílarðu að kona sé að ríða öðrum mönnum, er ekki í lagi með þig, hversu lítill maður ert þú, eitthvað svona hérna. En ef þú nálgast þetta að fordómaleysi, þá má finna fegur þarna, sko. Af því að það er mikil gleði þarna. Í alvörunni.